mætt hingað í hátíðasal Grand Hotels, en ekki síður þau fjölmörgu sem fylgjast með beinni útsendingu á vinnustöðum, heima fyrir eða á ferð og flugi. Ég heiti Stefán Hrafn Hagalín og stjórnarformaður Stjórnvísi. Verið velkomin á stjórnunarverðlaun Stjórnvísi 2025. Ef ekki bara gefa þeim sem eru mættingar, tilnefningar, verðlaunahafar og öðrum, gefa þeim gott klapp til að byrja með. Ég fengi að vera í stjórn hérna í nokkur ár og leiða félagið undanfarin 2 ár. Þetta fer að vera þetta svona eitt af mínum síðustu embættisverkum að fylgja stjórnunarverðlaununum úr hlaði. Það verður mikill heiður. Stjórnvísi í dag við erum komin á 700.000 félaga og erum með 400 aðildarfyrirtæki og við erum langstærsta stjórnunarfélag Íslands. Stjórnunarverðlaunin sjálf eru mikið gleðiefni og einn af stærstu áfengunum í starfsemi félagsins ári hverju. Að jafnaði fylgjast tífalt fleiri með útsendingum Stjórnvísi heldur en mæta á viðburðina sjálfa. Þannig við getum reikna með því að til viðbótar við þessar 200 gesti hér séu í kringum 2000 manns að fylgja viðburðinum. Í stjórnunarverðlaununum kraftbirtist hlutverk og tilgangur Stjórnvísi sem að efla gæði stjórnunar á Íslandi með því að vera hvetjandi vettvangur fyrir gagnkvæma þekkingarmiðlun, umræður og tengslamyndun til framtíðar. Og það því við hæfi að framtíðin og nánar tiltekið snjöll framtíð í viðfæmu samhengi mennsku, sjálfbærni og leiftur hraðrar tækniþróunar eru einmitt leiðarþemað í starfsemi Stjórnvísi þetta starfsárið. Stjórnunarverðlaunin eru alltaf haldin á þorranum með rísandi sól og yfir þeim svífur því andi bjartsýni og grósku, systkinin Birta og Ylur fylgja nefnilega vorinu sem svona rétt handan við hornið. Hér í dag verðlaunum við 3 stjórnendur, yfirstjórnanda, millistjórnanda og frumkvöðul sem hafa verið valin úr miklum fjölda tilnefninga og sem fyrr markmiðið hjá okkur að vekja athygli á framúrskarandi stjórnenda sem sameina hina sjaldgæfu ferðafélaga, fagmennsku og hugrekki. Þetta eru stjórnendur sem þykja sannir leiðtogar á sínum vinnustöðum. Ég get ekki auðvitað látið líða að þakka styrktaraðalunum. Stjórnvísi nýtur þessara styrktaraðala, þeir eru bakhjarlar verðlaunanna og takk kærlega fyrir stuðningin. Þau eru hérna fyrir aftan mig á glærunni, ÁTVR, Bíkó, Efla, Icelandair, Innes, Íslandsbanki, Krónan, Nasdaq, Sjóvá, GM, Travel Connect, Veritas og Vís. Það varla dugði til glæran til þess að tína til þetta góða fólk sem styður við okkur. Við leggjum áherslu í verðlaununum að hylla stjórnendur sem eru að sinna störfum sínum og láta til sín taka af mildi, að þetta sé fólk sem lætur til sín taka í félagsstarfi og í mannauðsþróun innanhúss. Þetta eru mikla fyrirmyndir og það eru mikilvægar og ómissandi í atvinnulífinu. Við óskum því öllum tilnefndum hjartalega og til allra hamingju með daginn og áfangan. Aðeins að orðlengja þetta upp að mitt frekar, þá bið ég formann dómnefndar, Borghildi Erlingsdóttur, forstjóra hugverkastofu, að stíga nú á stokk og greina okkur frá úrslitunum. Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, verður henni til halds og trausts og afhendir verðlaunin og myndataka fer svo fram að viðburðinum loknum. Ég meni síðan að veitingar hérna frammi sem þið getur skokkað í allan tíman. Sviðið ykkar. Takk fyrir. Virðulegi forseti, kæru gestir, gleðilega hátíð. Í dag veitum við stjórnendaverðlaun Stjórnvísi til þeirra aðila sem þykja hafa skarað fram úr á sínu sviði. Forseti Íslands sýnir okkur þann heiður að afhenda verðlaunin og flytja ávarp að lokinni afhendingu þeirra. Í dómnefnd góður og fjölbreyttur hópur víðsvegar að úr atvinnulífinu og þeir sem að skipa dómnefnd í ár eru Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvá, Katrín S. Óladóttir, fyrrverandi framkvæmdastjóri Hagvangs, Margrét Guðmundsdóttir, fyrrverandi forstjóri AS Pharma og stjórnarkona, Salóme Guðmundsdóttir, ráðgjafi og stjórnarkona, Þröstur Ólaf Sigurjónsson, prófessor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og svo sem hér stendur Borghildur Erlingsdóttir sem formaður dómnefndar og forstjóri hugverkastofunnar. Ritari dómnefndar Gunnhildur Arnardóttir. Starf dómnefndar felst í því að fara yfir allar tilnefningar og leggur þar til grundvallar ákveðin viðmið.
Það er aldrei auðvelt verk þar sem að tilnefningarnar eru margar og að mörgu þarf að huga. Heildarfjöldi tilnefnda í ár er 112 og að baki hverjum og einum aðila geta verið margar tilnefningar. Þetta eru mjög frambarlegir aðilar og nokkrir sem fengið hafa margar og sterkar tilnefningar. Tilnefningarnar eru í flokki frumkvöðla, millistjórnenda og yfirstjórnenda og verða veitt verðlaun í þeim flokki, auk þess sem nú veitum við einnig sérstök hvatningaverðlaun. Við óskum ykkur öllum innilega til hamingju með tilnefninguna og ég bið þá sem að tilnefndir eru að rísa úr sætum. Og þeir sem eru hér í stalnum, altså. Þetta er glæsilegt, þið megið svo sannarlega vera stolt af tilnefningunni. Það er ekki sjálfgefið. Nú er komið að því að tilkynna niðurstöðu dómnefndar og komið að verðlaunaafhendingunni sjálfri. Og ég bið forseta Íslands, Höllu Tómasdóttur, að koma hingað upp og aðstoða mig við að veita verðlaunin. Áður en veitt verða verðlaun til frumkvöðla og millistjórnenda og stjórnanda ársins verða veitt hvatningaverðlaun ársins 2025. Dómnefnd stjórnendaverðlauna stjórnvísi tók þá ákvörðun að veita sérstök hvatningaverðlaun í ár og það er til þeirra aðila sem að hafa með framlagi sínu sett mark sitt á samfélagið með eftirtektarverðri nýsköpun og endurnýjan innan rótgróinna fyrirtækja. Þá byrja ég að fyrri aðilunum, eins og ég sagði, við ætlum að veita hvatningaverðlaun til 2 aðila. Sá stjórnandi sem að hlýtur hvatningaverðlaun stjórnvísi í ár hefur ástríðu fyrir hönnun og svo ástríða endurspeglast í öllum hans störfum. Hann hefur verið mikilvægur drifkraftur í framgangi hönnunar á Íslandi og lagt sitt af mörkum til að efla skilning og vitund almennings og atvinnulífsins á gildi góðrar hönnunar. Með grunn í húsgagnasmíði Hjaltandi Kaupmannahafnar og nam húsgagnaarkitektúr við Kunsthåndverksskólann í Kaupmannahöfn. Að námi loknu stýri hann heim aftur til Íslands og stofnaði fljótlega hönnunarverslun, sem að fagnar þessa mundir hálfrar aldar afmæli. Með verslun sinni kynnti hann Íslendingum fyrir fallegri hönnun. Samhliða rekstri hefur hann þó lagt mikla áherslu á að styðja við íslenska hönnuði og lagt sig fram að hjálpa þeim við að koma verkum þeirra á framfæri og í framleiðslu. Í gegnum tíðina hefur hann leiðbent og aðstoðað, tengt saman framleiðendur, hönnuði og annað listafólk, eftir fjölbreytt samstarfs, skipulagt viðburði og sýningar og sett af stað kynningaráttöku í opinberu rými íslenska hönnun, svo fátt eitt sé nefnt. Hann hefur verið leiðandi í umræðum hönnun og hvatt opinbera aðila til að standa vörð íslenska hönnun og framleiðslu í orði jafnt sem borði. Með áratugalangri elju og framsýnu hugafari hefur sá sem verðlaunin hlýtur sannað sig sem einn mikilvægasta talsmann hönnunar á Íslandi og er arfleið hans á því sviði ómetanleg. Það er með ánægju sem það tilkynnist að hvatningaverðlaun stjórnvísi 2022 fær Eyjólfur Pálsson, stofnandi EPAL. Má bjóða þér að... Látum hann hafa þetta og svo sendum hann þetta út á. Ég vant á þessu fyrir hann hérna. Við getum þó skafaði þetta til verðluna. Gjör það svo vel. Ég held að þetta fyrir hann. Frú forseti, góði gestir, kæru vinir. Það er mér mikill heiður að standa hér í dag og taka við þessum verðlaunum. Þau eru ekki aðeins persónuleg viðurkenning á áratuga starfi mínu og samstarfsfólks míns í EPAL,
heldur líka sönnun á því að nýsköpun og þróun á ekki síður heima í rótgrónum fyrirtækjum en nýjum. Þegar ég stofnaði Ebal fyrir 50 árum var markmið mitt einfalt en metnaðarfullt að færa Íslendingum fallega og vandaða hönnun. Hönnun er ekki bara vinna mín, heldur mitt helsta áhugamál og höfum við í Ebal frá fyrstu tíð lagt okkur fram að styðja við íslenska hönnun og hönnuði á hvern þann hátt sem við höfum séð okkur fært Það hefur verið einstakt að fylgjast með íslenskur hönnun þróast og dafna á gegnum árin. Það er sannlega stolt mitt og ánægja að hafa átt þátt í þeirri vegferð. Ég vil þakka öllum þeim sem hafa lagt hönd á plóg, frá hæfileikaríkum hönnuðum, samstarfsstaðurum til digra viðskiptavina og ómetanlegt starfsfólks. Þetta hefur alltaf verið sameiginlegt verkefni og árangurinn er afrakstur eldmóðs, sköpunar og samvinnu. Þessi viðurkenning er hvatning til að halda áfram að styðja við unga hönnuði, tryggja við íslensk hönnun njóti virðingar og athygli hér heima og erlendis. Að lokum vil ég þakka stjórnvísi þá ómetanlega frumkvöðlastarf sé metið að verðleikum og ég vona að við getum öll átt áfram að hvetja hvert annað til dáða. Takk kærlega. Sá stjórnandi sem einnig hlýtur hvatningarverðlaun stjórnvísi í ár hefur komið víða við í viðskiptalífinu. Hún er með MBA-próf frá Háskólanum í Reykjavík og sótti sig að stjórnendanám við IS Business School og Harvard. Árið 2011 keypti hún ásamt eiginmanni sínum fyrirtæki sem hún stýrir í dag. Og það var með það að markmiði að byggja upp leiðandi alþjóðlegt vörumerki. Áskorunin var því mikil. Verkefni fólst jafnframt í því að byggja upp innviði fyrir hönnun, framleiðslu og þekkingu á Íslandi. Stefnan var tekin á að byrja á að fjárfesta í vörumerkinu hér á Íslandi því að hennar mati myndi vörumerkið aldrei ná alþjóðlegri athygli nema það væri með sterka stöðu á heimamarkaði. Þessu fylgdu fjárfestingar í hönnun, markaðssetningu og nýjum verslunum á Íslandi. Verslanir voru endurnýjaðar eða færðar á nýjar staðsetningar. Frá því að fyrirtækið opnaði sínu fyrstu verslun utan landsteina hefur fyrirtækið unnið vörulínur í samstarfi við heimstækt vörumerki. Vörumerki sem stjórnandinn leiðir er eitt fárra vörumerkja sem státa af samfelldri 100 ára sögu sem á sama tíma er samofin þeim áskorunum sem Íslendingar hafa tekist á við síðustu öld. Þetta er rótgróið íslenskt vörumerki sem hefur fylgt þjóðinni í gegnum súrt og sætt. Fyrirtækið hefur rekið eigin verksmiðjur og viðgerðarstofu frá stofnun sem mjög fá vörumerki gera hér á landi. Að taka vörumerki með áratugasögu og gera það viðeigandi í dag fyrir fólk á öllum aldri á alþjóðlegum mörkunum er ekki sjálfgefið. Slíkt krefst þess að þú hafi skýra langtímasýn, hugrekki og úthald. Fortíð okkar Íslendinga byggir að stórum hluta á auðlundum Íslands en verðmætustu fyrirtæki heims í dag byggja á hugviti. Og sú sem að verðlaunin hlýtur er með metnað og langtímasýn til að ná þeim árangri að gera vörumerkið leiðandi á sínu sviði á alþjóðamörkuðum. Með veitingu þessara verðlauna viljum við bæði vekja athygli á þeirri mögnuðu vinnu sem stjórnandinn hefur leitt og þeirri skýru sýn sem hún hefur fyrir vörumerkið og framtíð þess. Það er með ánægju sem það tilkynnist að hvatningarverðlaun stjórnvísi 2025 fær Bjarney Harðardóttir, framkvæmdastjóri og eigandi 66 gráður norður. Virðulegi forseti, kæru gestir, fjölskylda sem er hér stödd í dag, það er mikill heiður að fá að vera með ykkur og að hljóta þessi hvatningarverðlaun. Það er alltaf gaman að
koma og hitta kollega og vera hluti af tilnefndum hópi sem greinilega mjög glæsilegur og efnilegur. Mér finnst mikil forréttindi að fá að vinna með merkið 66 gráður norður. Eins og Borghildur sagði, samúð Íslandi og íslenskri menningu. Mér finnst engin eiga þetta nema Íslendingar. Ég sé þetta bara þannig fyrir mér. En það líka ótrúlega gaman að vinna með svona íslenskum brauðdryðendum og samstarfsaðilum hjá 66 gráður norður og sérstaklega manninu mínum. Því að margir spyrja Guð mig góður, ertu að vinna með manninu alla daga? En það algjör forréttindi og að fá að gera það. En það líka mikil ábyrgð að vera með merki með 100 ára sögu. Og ábyrgðin felst í að byggja undir, að við erum með keflið bara í stutta stund, að byggja undir og taka ákvarðanir sem miða næstu 100 árum. Takk fyrir. Stjórnendaverðlaun Stjórnvísi árið 2025 fyrir frumkvöðlastarf að þessu sinni veitt til 7 einstaklinga sem standa að baki 3 ólíkum lausnum sem allar hafa náð eftirtektarverðum árangri en eiga það þó sameiginlegt að snúa að bættum lífsgæðum og árangri fyrir fjölskyldur og rekstur heimila. Fyrst ber að nefna í þessum flokki að þá eru það verðlaun sem eru sameiginlega veitt til 3 stofnenda fyrirtækis sem náð hefur einstökum árangri hér heima og erlendis. Einn þeirra útskrifaðist með BS-gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands 2008 og meistaragráðu í markas- og nýsköpunarfræðum frá Árósarháskóla í Danmörku árið 2011 og hann hefur verið forstjóri fyrirtækisins frá upphafi og stýrir stefnumótun, daglegum rekstri, vöruþróun, sölu og sókn þess á erlendri grundu. Nýlega flutti hann ásamt fjölskyldu sinni til Austin í Texas til að vinna að áframhaldandi vexti fyrirtækisins í Bandaríkjunum og á alþjóðlegum mörkuðum. Annar þeirra lauk BS-námi í viðskiptafræði frá City University í London og hlaut mastersgráðu í fjármálum frá Imperial College í London og hefur hann setið í stjórnum ýmsa fyrirtækja á sviði heilbrigðis og lýðheilsu, vörustýringa, fjártæknilausa, upplýsingatækni, fasteignaþróunar og smásölu. Og sá þriðji, hann hóf ungur starfið auglýsingagerð og hönnun en samhliða vinnu nam hann viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík og sótti námskeið og styttri námseiningar innanlands og utan. Hann tók þátt í að gangsetja Iceland Airwaves hátíðina aldamótin og kom einnig að fjölmörgum verkefnum á sviði tónlistar og menningar. Hann var auk þess einn stofnenda Plain Vanilla leikjafyrirtækisins og stofnaði sín eigin auglýsingastofu og hefur setið í stjórnum ýmissa fyrirtækja. Þannig að þið sjáu að þetta eru 3 aðilar með ólíkan bakgrunn en koma þarna saman og stofna þá lausn sem við ætlum að verðlauna hér í dag. Fyrir 10 árum þá stofnuðu þremenningarnir fyrirtæki sem sérhæfir sig í að þróa og markaðssetja sykurlausa vörur. Á síðustu árum hefur fyrirtæki náð eftirtektarverðum árangri á Bandaríkjamarkaði með sykurlausum sultum, súkkulaðismyrju og netusmjöri. Á bandaríska sultumarkanum keppa heil 609 vörumerki hilli neytenda. Frá því að sulturnar þeirra komu á þarlenda markað árið 2020 hefur fyrirtækinu tekist að vinna sig upp í að vera 15. stærsta sultuvörumerki landsins miðað við sölu í Bandaríkjadölum og frá þeim tíma verið hraðast vaxandi sultumerkið á Bandaríkjamarkaði. Vörur fyrirtækisins fást nú í fleiri en 6.500 verslunum þar í landi og samið hefur verið 3.200 staðsetningar til viðbótar þar sem af ári. Þar á meðal eru verslunarkeðjurnar Walmart, Costco, Fresh Market og að auki selur fyrirtæki vörur sínar til 30 landa í Evrópu, Asíu og Ameríku. Þannig að markaðurinn stór. Fyrirtækið með skrifstofur í Reykjavík og Austin, Texas og hjá því starfa 14 starfsmenn. Sérstæðan felst í því að vörurnar eru bæði hollari en sykraðar vörur á markanum og eru góðar á bragðið. Þær eru góðar fyrir þig og góðar á bragðið og þaðan nafn fyrirtækisins dregið. Það með ánægju sem það tilkynnist að viðurkenning Stjórnvísi árið 2025 fyrir frumkvöðlastarf hljóta þeir Garðar Stefánsson,
Jóhann Ingi Kristjánsson og Agnar Lemakk, stofnendur Good Good. Tekur Mikka fyrir garðar. Gjörðu svo vel. Og svo ætla ég að hlaða á þessu blómum. Er ekki fínt að lega þeim sem ekki halda á neina að taka við þetta? Nú, hendur. Það er svona. Það er það. Við koma þá bara öll hérna meginn. Þú leiðir stelpunum og... Já. Innra til hamingju allt saman. Já, það verður mynda á eftir. Ef við ekki að gefa þeim gott klapp? Frú forseti, kæru gestir, ég heiti Garðar Stefánsson, ég er einn af stofnendur Good Good ásamt Jóhanni Inga og Agnari. Mér langar bara til að segja stórt takk frá okkur. Þetta er bara ótrúlega mikil viðurkenning. Eins og þið sjáið þá komst ég því miður ekki í dag. Þið hefur kannski giskað á það, ég náttúrulega er frekar rauður og þvalur og það er 27. hiti þar sem ég er, en ég er í Austin, Texas, þar sem við vorum að opna okkar fyrstu skrifstofur í Bandaríkjunum. Við hjá Good Good erum bara ótrúlega þakklátt fyrir þessi verðlaun. Við náttúrulega erum líka þakklátt öllum Íslendingum sem að trúða á okkur og íslenskum matvöruverslunum sem að voru þær fyrsta til að taka okkur inn. Nú í dag erum við í 1000 verslana og þá hvað mest í Bandaríkjunum. Mér langar líka að segja nokkur orð okkar frábæra teymi. Bara án ykkar, bara værum við ekkert hér í dag. Bara takk fyrir bara frábæra vinnu, öfluga, samviskusama og bara fyrir að mastera alla þær hindranir sem við höfum staðið gegn. Þið eru frábært, takk hérlega og bara að lokum langar mér að segja eins og við segjum í Texas. Ha! Takk fyrir mig og takk fyrir okkur, takk öll sömul, takk. Niður á kaffihúsi árið 2018, þá 45 ára gamlir og ræddu hvað þeir vildu gera þegar þeir yrðu stórir. Þá höfðu þeir starfað á fjármálamarkaði langt skeið. Þeir höfðu séð nýbanka sprett upp í Evrópu og hugsuðu með sér hvers vegna þetta væri ekki gerast hér á landi. Þegar þeir hófu undirbúninga því að láta þessa hugmynd verða að veruleika, komist þeir að því að það var hægara sagt en gert að finna fjárfesta. Þeir komu allstaðar að lokuðum dyrum og fengu fleiri en 40 nei og nærri 20 ástæður fyrir því hvers vegna þetta myndi aldrei ganga upp. Menn sögðu meðal annars að fjármálaeftirlitið myndi aldrei leyfa nýjum banka að fara af stað og að þeir hefðu ekki eina einustu hugmynd hversu dýrt var að búa til banka. Síðan var bent á að þetta væri allt of flókið ferli enda væri hver banki með 900 starfsmenn þrátt fyrir að hafa skorið niður í starfseminni. Þeir fengu einnig að heyra að kannanir sýndu að fólk væri líklegra til að skilja við maka sinn heldur en að skipta banka. Þeir félagar létu þetta ekki stoppa sig og fengu fyrir rest öfluga fjárfesta að baki sér og fært hugbúnaðarfólk til samstarfs við sig. Bankinn fékk starfsleyfi frá Seðlabanka Íslands í febrúar 2022 og opnaði formlega veltureikninga fyrir almenningi í lok janúar 2023. Í kjölfarið opnaði bankinn á sparireikninga og hefur nýlega hafið innreið sína á útlánamarkað. Í dag er bankinn með meira en 76.000 viðskiptavini. Stór hluti þeirra nota bankann sem sinn launareikning
og er hann með 15% hlutdeild af allri debitkortaveltu og er því orðið að alvöru afl á fjármálamarkaði hér á landi. Og það er gaman að segja frá því að fyrirtæki er einnig sigurvegari íslensku ánægjuvogarinnar 2025, þar sem ekkert fyrirtæki mældist með hærri ánægju viðskiptavina. Það hefur verið áhugavert að fylgjast með þessum brautryðjendum sem að ráðast svo sannarlega ekki á garðinn þar sem hann er lægstur, heldur fara inn á rótgróinn markað með nýja hugsun og nýjan valkost fyrir neytendur. Í öllum atvinnugreinum er hollt að skoða hvort tækifæri séu til staðar til að gera hlutina með öðrum, skilvirkari og hagkvæmari leiðum, með hagsmuni neytenda að leiðarljósi. Þetta hefur þessum frumkvöðlum tekist að gera með sínum fyrstu skrefum á markaði. Áhugavert verður að fylgjast með hvernig þeirra innkoma á markað muni hafa áhrif til framtíðar. Það er með ánægju sem það tilkynnist að önnur viðurkenning stjórnvísi árið 2025 fyrir frumkvöðlastarf hljóta þeir Haukur Skúlason og Tryggvi Björn Davíðsson, stofnendur Indó. Kæri forseti og félagsmenn í stjórnvísi, þessi verðlaun kom okkur óvart og þau eru gríðarlega mikill heiður. Þegar maður er frumkvöðull og að knýja fram jákvæða breytingar á stórumarkaði, þá er maður á sama tíma ákveða að viðurkenningin þarf að koma inn á. Sem er býsna eðlilegt í ljósi þess að vinir, vandamenn og gamlir starfsfélagar voru almennt séð algjörlega með á hreinu og væru búin að tapa glórunni. Í langan tíma var eina ytri viðurkenningin fiskibóla. Og ég var að kaupa semst 5 fiskibólur og fisksalinn taldi þær ofan í poka, horfðu svo á mig og sagði, erst þú ekki að stofna banka? Og ég játaði því og þá bætti hann einni fiskibólu við. Og ég lifði á þessi nokkur ár. Þannig að þið getur rétt ímyndað ykkur hvað þetta hérna moment, hvernig mér líður núna og hversu mér væntin þykir þessu verðlaun, hversu lengi við munum lifa á þeim. En nýsköpun og stjórnun, þetta er áhugaverð samspil. Einhverju gætu vilja nefna að þetta væri andstæður. Nýsköpun á að vera sköpun, togstreita og kaos, en stjórnun skipulag og ferlar. Mín reynsla er að þetta fer vel saman en á ólíkum stigum í ferlinu. Í nýsköpunum þarf maður að vera einstaklega skýr markmið og tilgang, hvers vegna það sem við erum að gera hjá Indó er mikilvægt og hvers vegna þetta er stærra en við. Þetta er í rauninni mikilvægasta verkefni stjórnandans. Síðan þarf að gefa teyminu frelsi til þess að velja leiðina, skapa, búa til kaos og togstreitu og að lokum birtist skipulag og loks birtast ferlar. Ef teymir með þér og trúir á tilganginn þá endar þetta vel að lokum. Ef það gerir ekki þá endar þetta ekki vel. Aftur hlutverk stjórnandans. Takk kærlega. Já, komið sæl, frú forseti. Ég ætla nú að vera stuttorður í kjölfarið á kollega mínum. Þetta er rosa mikil viðurkenning og það er alveg einstakt að standa hérna fyrir framann ykkur öll sem hafi marga fjöruna sopið í viðskiptalífinu. Þegar við fórum á stað bráð ungir miðaldra karlmenn sem vildu finna eitthvað tilgang í lífinu og er jafnvel ennþá að leita á honum að það hitti Tryggvi svolítið naglan á höfuðið. Þetta er svolítið svona skipulagt kaos og við höfum það fyrir séð hjá okkur í Indó þegar við ráðum inn fólk að það þarf að uppfylla þvermóðsku skilyrði. Það þarf að gagnrýna, það þarf að ögra okkur og rétta upp hönd og spyrja af hverju. Og það er erfitt. Það er erfitt í fyrirtæki að gera það almennt. En við værum ekkert hér ef ekki væri fyrir þetta frábæra fólk sem er að vinna með okkur og líka bara fyrir fjölskyldur okkar og aðstandendur. Að flesta af því sem þaulu var hérna upp áðan yfir ástæður yfir
því af hverju þetta myndi ekki ganga er nú bara það sem ég fekk frá konunum minni þegar við vorum að fara af stað. Ekki hvað þú ert að gera, þetta er svo dýrt, þú fær aldrei leyfi. En málið er bara það að þegar fólk fer út í svona, kannski komið af búið að vera á vinnumarkaðnum í einhvern ákveðin tíma, þá er þetta meira en að segja. En ég hvet öll ykkar sem gangi með einhverja hugmynd í maganum, farið að stað, keyrið á þetta, því að það er pottþétt pláss fyrir hana. Takk fyrir okkur. Þriðju verðlaunin sem að verða veitt í flokki frumkvöðla eru veitt einstaklinga sem búið hafa til starffræði námskerfi sem sameina námsleik, námsbók og upplýsingakerfi til þess að gera starffræðinám skemmtilegra og árangursríkara. Lausnin er hágæða námsleikur sem stenst samanburð við það sem skemmtiefni sem börn sækjast í, þar sem nemendur eru í opnum ævintýraheimi að safna dýrum og leysa verkefni með því að svara starffræðidæmum rétt. Reikniritið á bak við námskerfið aðlagar erfiðleikastigið að getu hvers nemanda byggt á 6 sálfræðikenningum en arfferðafræðin var þróuð í gegnum þverfaglegar rannsóknir. Lausn fyrirtækisins er notuð í 5 heimsálfum og er í hröðum vexti en námskerfið var á síðasta ári valið besta starffræðinámsefnið á yngsta stigi á alþjóðlegu menntatækniráðstefnunni BETT. Annar frumkvöðullinn er jafnframt rekstrarstjóri fyrirtækisins. Hún hefur fjölbreyttan bakgrunn í listum og viðskiptum með nám í hönnun, frumkvöðla og viðskiptafræði og vegna fjölbreyttrar og þverfaglegrar þekkingar þessa frumkvöðuls er viðkomandi í hópi fremstu sérfræðinga heims á sviði hönnunar og innleiðingu á hágæða námsefni og þeim áskorunum sem menntakerfi standa frammi fyrir. Hinn frumkvöðullinn er meðstofnandi og framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Hann er með þverfaglegan bakgrunn í hugbúnaðargerð, sálfræði, rannsóknum, frumkvöðlastarfi og hönnun. Þessi frumkvöðull á vegferð sína við að byrja að kenna sjálfum sér forritun aðeins 15 ára til að fjármagna flugnámi sitt. 2 árum síðar gaf hann út sinn fyrsta tölvuleik í gegnum App Store sem þá var nýverið búið að líta dagsins ljós. Á næstu árum stofnaði hann sitt eigið fyrirtæki, lauk BS-nám í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík og lauk framhaldsnámi í París þar sem hann lærði hugbúnaðargerð og flutti stuttu síðar til Íslands á ný. Og þar fór hann í svokallað APR og námskerfi við Háskólann í Reykjavík sem stóð til boða handvöldum nemendum skólans. Þar stundaði hann þverfaglegar rannsóknir í tölvunarfræði, sálfræði og leikjafræði næstu 4 ár sem svo leiddu til stofnun fyrirtækisins sem nú er að umbylta starffræðinámi barna út allan heim með nýstaflegri nálgun sinni á starffræðinám. Það sem hefur alla tíð drifið þessa frumkvöðla á fjölbreyttri vegferð sinni er að sameina og nýta þverfaglega þekkingu í gegnum tækni, frumkvöðlastarf og rannsóknir til þess að breyta samfélaginu til hins betra. Það er með ánægju sem það tilkynnist að viðurkenningu stjórnvísi árið 2025 fyrir frumkvöðlastarf hljóta hjónin Íris Eva Gísladóttir og Matthew G. Skúlason. Sjáum þá eru væntanlega ekki hjón, en þau eru bara út í heimi, þetta eru 5 heimsálfum, þannig að ég tek við þessu fyrir hann dóttur minnar Írisar Evu. Og ég fyrir bróður mér, Matthew. Þannig að þetta er alveg dásamlegt og gefur mikið fyrir ungt fólk að reyna að láta drauma sína rætast og bæta líf mjög margra í leiðinni. Takk kærlega. Dómnefnd bárust afar margar og sterkar tilnefningar í flokki millistjórnanda í ár. Það var því ákveðið að veitt yrðu verðlaun til 2 einstaklinga sem að báðir eiga það sameiginlegt að starfa í umhverfi sem einkennst hefur af mikilli óvissu og áskorunum með nokkurt skeið, samhliða því sem unnið er að stórum uppbyggingarverkefnum. Ég byrja á
fyrir stjórnandanum. Stjórnandinn er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og lauk mastersprófi í fjármálum frá Háskólanum í Reykjavík árið 2008 eftir áratugastarf hjá Icelandair við ýmis stjórnendastörf. Það má segja stjórnandann að hann eflistu hverja raun en hann starfaði sem fjármálastjóri og síðar framkvæmdastjóri VR á tímum fjármálahrunsins, var framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar þegar greinin var að slíta barnsskónum með tilheyrandi vaxtaverkjum. Árið 2008 hóf hann störf hjá fyrirtækinu sem hann starfar hjá í dag, þar sem að krefjandi aðstæður síðustu ára, meðal annars heimsfaraldur og nú síðast jarðhræringar, hafa verið áskorun. Við slíkar aðstæður hefur þrautseigja og stefnufesta stjórnandans sá hæfileiki að stíga fram við erfiðar aðstæður, ósérhlífni og leiðtogahæfni haft mikið að segja. Það er einnig sagt stjórnandann að hann sjái tækifæri í öllum aðstæðum, sé í raun aldrei betri en í góðri krísu. Með bjartsýnina að vopni, markmiðin skýr, hugrekki og visku hefur hann tekist á við hvert verkefnið á fætur öðru svo eftir hefur verið tekið. Stjórnandinn fer í dag fyrir rekstri fyrirtækisins sem og öðru rekstrareiningum félagsins landið. Hann stýrir einnig sölu og þjónustumálum félagsins. Markmið hans, rétt eins og annarra stjórnenda fyrirtækisins, hefur verið síðustu misseri að halda sjó, tryggja rekstur og þjónustugæði á sama tíma og haldið vel utan mannauðinn. Og niðurstöður reglubundinna mælinga hafa sýnt mikla ánægju viðskiptavina. Hann treystir fólki er það sem að nefnt hefur verið sem einkennandi fyrir stjórnunarstílinn, en einnig að reglubundin, opin og markviss upplýsingagjöf stjórnandans sem og uppbyggileg endurgjöf til starfsmanna hafi reynst vel. En í grunninn skiptir þá mestu hvernig að leggja sig fram við að vera góður liðsfélagi og fyrirmynd. Þetta er stjórnandi sem hefur staðið í brúnni og við þekkjum orðið öll sem andlit fyrirtækisins eftir raunir síðustu ára. Það er með ánægju sem það tilkynnist að stjórnendaverðlaun Stjórnvísi árið 2025 til millistjórnanda fær Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri sölu, markaðs og vöruþróunarmála hjá Bláa lóninu. Forseti Íslands, stjórnendur og dómnefnd Stjórnvísis, fjölskyldan mín og aðrir góðir gestir. Ég vil byrja á að þakka fyrir þann mikla heiður sem er sýndur með þessum verðlaunum sem ég þykir gríðarlega vænt og einstaklega falleg orð í minn garð líka hér áðan. En eins og allir stjórnendur vita þá gerir maður ekkert einn. Og ég hef verið svo lánsöm í gegnum tíðina að hafa alltaf unnið með mjög sterkum stjórnendateymum þar sem maður hefur þroskast og þróast í starfi í liðsheildum sem að standa saman hvað sem á dynur. Og í því samhengi þá langar mér svo að tala þann ótrúlega samtakamátt og styrkleika sem stjórnendur Bláa lónsins hafa sýnt núna í gegnum þessar hræringar sem telja núna í það bil 1,5 ár. Mér þykir líka gríðarlega vænt það að finna það að Stjórnvísi hefur tekið eftir þessu og er þess vegna að veita hér verðlaun í dag til 2 stjórnenda innan sama fyrirtækis. Ég vil líta svo á að þessi verðlaun sé í raun og veru viðurkenning til okkar allra sem hjá fyrirtækinu starfa. Ég vil líka þakka Grími Sæmundssyni, forstjóra félagsins, fyrir frábært samstarf. Við höfum unnið saman í 12 ár. Hann er ótrúlega góður áttaviti. Hann stillir mann af og leiðsegir vel. En svo vil ég líka þakka fjölskyldunni minni sem er hér öll samankomin að samfagna með mér og okkur öllum. Þau eru alltaf svo hvetjandi og jákvæð og eitthvað skemmtileg.
frábært að hafa ykkur hérna með mér í dag. Og svo að lokum þá vil ég þakka líka stjórnvísi fyrir sitt metnaðarfulla starf og hvernig þið hafi verið að styðja við í raun og veru stjórnendur, þúsundir stjórnenda eins og kom fram í þínu máli áðan all land til að bæta sig og nýta og nota þá vettvangi sem þið búið til á hverjum tíma. Takk fyrir mig. Þá er komið að næsta millistjórnanda. Stjórnandinn er framkvæmdastjóri mannauðssviðs, menningar og vellíðunar eins af stærstu fyrirtækjum landsins. Undir hans stjórn á sviðinu starfa 17 stjórnendur og sérfræðingar en hjá fyrirtækjunu starfa 800 manns. Hann lauk námi í rekstrarverkfræði og meistaragráði í mannauðsstjórnun og hefur unnið hjá fyrirtækinu í 9 ár. Stjórnandanum er lýst sem leiðtoga sem býr yfir afburðahæfileikum þar sem samspil gafna, gleði og fyrirhyggju fer saman. Einnig er honum lýst sem árangursdrifnum stjórnanda sem heldur þétt utan mannauðinn, stefnu fyrirtækisins og menningu á mannlegan hátt og skilur að árangur næst aldrei nema með góðu fólki. Honum hefur tekist að skapa umhverfi þar sem starfsfólki blómstrar, brennur fyrir verkefni sínum og upplifir raunverulegt sjálfræði í starfi. Áhersla stjórnandans felst ekki síst í öflugri upplýsingagjöf og gagnsæi og nær þannig að byggja upp traust og virðingu. Stjórnandinn hefur verið í lykilhlutverki stjórnanda á fordæmalausum tíma í sögu fyrirtækisins. Þar hefur hann staðið í stafni ásamt lykilstjórnendum og skapað sýn, traust, innblástur og bjartsýn á framtíðina. Á þessum tíma hefur starfsánægja og menning vaxið og dafnað og liðseldin orðið enn þéttari en fyrr, þrátt fyrir erfiðar aðstæður. Undir hans forystu hefur fyrirtæki lagt mikla áherslu á fræðslu og þjálfun en fyrirtæki hlaut menntaverðlaun atvinnulífsins árið 2023 fyrir framúrskarandi fræðslustarf sem er til marks skýra stefnu og metnað fyrir stöðugri þróun og umbótum fræðslumála. Hann hefur einnig nýtt verkfræðilegan bakgrunn sinn á framsækinn hátt og þannig eflt mannauðsmál félagsins með gagnagreiningu og rauntíma viðbrögðum. Með skýrri sýn, metnaði og nýtingu gagna hefur hann byggt upp sterkt mannauðssvið sem hefur leitt til bættrar starfsánægju og bættrar rekstrarlegrar afkomu. Hann er stefnumiðaður, árangursdrifinn og hefur einstaka hæfileika til að skapa öfluga liðsheild, er hvetjandi og sanngjarn og hefur hugrekki til að fara nýstárlegar leiðir í stjórnun. Og það með ánægju sem það tilkynnist að stjórnendaverðlaun stjórnvísi árið 2025 til millistjórnanda fær Sigrún Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs, menningar og öryggis hjá Bláa lóninu. Komið sæl öll sömul, virðulegi forseti Íslands og aðrir góði gestir. Ég vil byrja á að þakka fyrir falleg orð í minn garð. Ég tek við þessari viðurkenningu full auðmýktar og með miklu þakklæti. Það er dýrmætt að fá traust til þess að stuðla að betri lífsgæðum á vinnustað. Hjá Bláa lóninu starfar einstakur mannauður sem hefur sýnt ómetanlega fagmennsku og samheldni við krefjandi aðstæður. Og það er mikil heiður að tilheyra slíkri liðsheild. Mig langar að nota tækifærið og þakka Grími forstjóra og framkvæmdastjórninni allri fyrir ómetanlega þrautseigju og ómetanlegt samstarf undanfarna 18 nokkuð krefjandi mánuði. Ég vil líka fá að þakka kollegum mínum í mannauðsteymi Bláa lónsins fyrir að hlúa ávallt af heilindum að vellíðan starfsfólks. Því eins og við þekkjum, þá fer vellíðan starfsfólks og árangur fyrirtækja saman. Með mér hér í dag er fjölskylda mín. Án ykkar þá geti ég ekki gert það sem ég er að gera.
Ykkar stuðningur gerir mig kleift að sinna mínu starfi af heilindum og fyrir það er ég óendanlega þakklát. Að lokum vil ég þakka þeim sem tilnefndu mig. Það er dýrmætt að finna að maður er mögulega að gera eitthvað rétt. Ég óska öðrum verðlaunahöfum og tilnefndum innilega til hamingju og óska ykkur öllum áframhaldandi velgengni. Þakka kærlega fyrir mig. Þá er komið að því, síðast en ekki síst, að kynna hvaða stjórnandi hlýtur verðlaun sem yfirstjórnandi ársins að mati dómnefndar stjórnendaverðlauna Stjórnvísi. Stjórnandi ársins í flokki yfirstjórnanda lærði upphaflega húsasmíði hjá föður sínum sem rak trésmíðafyrirtæki Trévirki í Reykjavík og fór síðar að selja handverkfæri fyrir iðnaðarmenn. Hann hafði alltaf haft áhuga á sölumennsku og öllu því sem snýr að verslun og fann fljótt að trésmíðin var ekki alveg það sem hann langaði að gera. Nokkrum árum síðar, 1987, þá 26 ára gamall, stofnar hann fyrirtæki með 2 félögum sínum. Fyrirtækið hefur síðan vaxið og dafnað og er í dag einn stærsta heildverslun landsins með mörg þekktustu vörumerkin á matvörumarkaðinum. Yfirstjórnandinn hefur alla tíð síðan starfað hjá fyrirtækinu og haft marga hatta. Í fyrstu var sölumennskan aðalstarfið en svo bættust við innkaupin og síðan fóru þeir félagar að huga mikið að markaðsmálum. Eignarhaldið hefur á þessum tíma tekið nokkrum breytingum og er nú að fullu í eigu eins meðstofnanda hans en yfirstjórnandinn sem hlýtur viðurkenningu Stjórnvísi í dag hefur starfað sem forstjóri fyrirtækisins undanfarin 12 ár. Yfirstjórnandinn hefur jafnframt verið virkur í félagi atvinnurekanda til margra ára og þar af formaður í 4 ár. Með tilnefningu yfirstjórnandans fylgdi langur og ítarlegur rökstuðningur með leiðtogafærni hans og ljóst að hér er á ferðinni virtur og vandaður stjórnandi með sterka samfélagsvitund. Hjá fyrirtækinu starfa í dag í kringum 250 manns af 25 þjóðernum. Það hefur yfir að ráða um 4.000 vörunúmerum og þjónar 5.000 viðskiptavinum. Hann leggur áherslu á skýra stefnu og gott upplýsingaflæði. Hann er einstaklega hæfur í samskiptum og góður hlustandi með mikla persónutöfra og auðvelt með að hvetja aðra og hrífa starfsfólkið með sér. Það er eitt af því sem fram kemur stjórnandann. Það kemur einnig fram í rökstuðningi að yfirstjórnanda hafi tekist afburða vel að stýra fyrirtækinu í gegnum mikinn vaxtarfasa með skýra áherslu á framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini og mikilvægi þess að hlúa að vinnustaðamenningu með gildi fyrirtækisins, gleði og fagmennsku að leiðarljósi. Eftirtektarverður árangur hefur til að mynda náðst á síðustliðnum 5 árum þar sem tekjur félagsins hafa tvöfaldast án verulegra skuldsetningar eða aukins fastakostnaðar og eru nú 20 milljarðar. Á miklum umrótatímum þar sem efnahagsaðstæður, heimsfaraldur og stríð hafa meðal annars sett strik í reikninginn, hefur veltan ekki bara stór aukist, heldur samhliða tekist að byggja upp og innleiða hátækni vöruhús á heimsmælikvarða. Í rökstuðningi segir áfram, yfirstjórnandinn er ávallt opinn fyrir nýstárlegum hugmyndum og segir til dæmis oft, hvaða köku eigum við að setja næst í ofninn? Nýjasta tækni undir fyrirtækisins er hátækni þroskunarkleifar fyrir banana og avokado sem lengir líftíma þessara ávaxta og lágmarkar þar rýrnun bæði fyrir fyrirtækið og ekki síst fyrir neytendur. Og þá má einnig nefna fjárfestingu í tæknilausnum sem fullnýtir skemmda ferskvöru og býr til moltu. Þrautseigja og þolinmæði eru lýsandi fyrir þennan yfirstjórnanda og fyrirtækið hefur verið á lista Creditinfo yfir fyrirmyndafyrirtæki ársins síðustu 12 ár. Árleg og óháð vinnustaðagreining sýnir bæði mikla ánægju starfsmanna og stolt af vinnustaðnum. Eins og einn af starfsmönnum fyrirtækisins orðaði það, yfirstjórnandinn er lausnamiðaður leiðtogi sem gefur sér alltaf tíma til þess að hlusta á það sem starfsfólk hans hefur að segja.
Það með ánægju sem það tilkynnist að stjórnendaverðlaun stjórnvísi árið 2025 fær Magnús Óli Ólafsson, forstjóri Innes. Já, hérna hér. Frú forseti, kæra fjölskylda, samstarfsfólk og samkoma. Ég þakka fyrir falleg orð og er mjög hrærður, en að samanskapi höfum við hjá Innes notað hvatninguna til þess að brýna til betri verka, og það svo sannarlega hægt að segja þessa hvatningu sem að stjórnendur fá hér í dag. Og eins og kom fram í upptalingunni að þá þetta búið að vera 38 ár mjög skemmtileg og í raun og veru ævistarfið mitt. Og ég horfði nú svo sem aldrei til þess að mætti að fá sérstaka viðurkenningu fyrir það að vinna vinnuna sína. Maður fannst það bara nokkuð gott að fá útborgað mánaðamótin. En að því sögðu að eins og kom fram að þá búið að síðustu 5 ár vera gríðarlega mikil áskorun. Bæði með þetta hús, á hvaða tíma það byggt, og samaskapi auka veltuna. Og það alveg ljóst að starfsmannastefnan okkar, það sem við segjum að starfsfólki hlakki til að mæti vinnuna til að leggja sig fram, og gildin okkar þessi gleði og fagmennska. Svo segjum við stundum að það ekki skylda að vera hálfklikkaður til að vinna hjá Innes, en það hjálpar helling. Og það líka það að taka okkur ekki of alvarlega og vera þjónustumiðuð. En það þessi áskorun og þessi krefjandi verkefni sem voru fyrir framan okkur í þessi 5 ár, þau hefðu aldrei náðst heim í höfn ef við hefðum ekki þetta frábæra starfsfólk. Og svo gaman að þið sáðu okkur fært að koma hingað í dag, en að því að talandum að fá stuðning og styðja við bakið, þá einn einstaklingur í mínu lífi sem hefur alveg frá byrjun stutt mig í öllu sem vinnan hefur áskoru með. Og það eiginkona mín sem með mér, hún Erla Dís. Við erum búin að vera saman í 48 ár og gift í 44 ár og eigum 4 börn og 9 barnabörn og nú í þessu mánuði von á tvíburasystum. Þannig að það mikið ríkidæmi, en án hennar þá hefði ég aldrei getað starfað í þetta starf, vegna þess að raun og veru maður ekki aldrei að vinna eftir stimpiklukku eða það búið að semja 9 mínútna styttri vinnudag. Það bara fara haldið áfram inn í kvöldið og helgin alveg þangað að verkefnið búið. Þannig að því sögðu þá segi ég takk kærlega fyrir mig, og Erla mín, þetta viðurkenningin okkar. Takk fyrir. Kynningu dómnefndar lokið í dag, og ég ætla bara að enda á því aftur að óska bæði öllum tilnefndum innilega til hamingju og öllum þeim sem að hlutu verðlaun og viðurkenningu einnig til hamingju. Þið sjáu hvað þið eru meðlimir í flottum hópi, það bara svoleiðis. En þá vil ég jafnframt gefa frú forseta Íslands orðið, og hún getur nú aldeilis sagt okkur eitthvað hvetjandi og gott varðandi stjórnun og ýmislegt fleira. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Kæru gestir, bæði þið sem eru hér og þið sem eruð á línunni, eins og þeir segja. Innilega til hamingju með ykkur öll sem hlutu hér viðurkenningu í dag, en ekki síður bara fyrir það að vera tilnefnd. Hugsið ykkur að við skulum þó hafa á annað 100 einstaklinga sem okkur finnst vera að standa sig vel í þessu starfi. Því ber að gefa gott klapp.
Ég veit ekki hversu miklu ég hef við að bæta. Mér fannst heilmikil viska og mörg orð sem ég langaði að deila með ykkur í dag þegar hafa verið sögð hérna að þessum frábæru fyrirmyndum sem voru verðlaun í dag. Og það er ekkert lítið mál að hljóta slík verðlaun og slíka tilnefningu á þessum tímum, því að ég er ekki viss um að það hefur nokkuð tíman verið verðugra viðfangsefni að vera stjórnandi en akkurat þessa dagana, þessi misserin. Það er flókin staða, bæði hér heima og í heiminum öllum. Þetta reynir gríðarlega á alla þá sem sinna slíkum störfum. Aldrei man ég allavega eftir að það hafi reynt meira á. Svona óvissutímar færa stjórnendum krefjandi áskoranir, oft hverja á fætur annari eins og hér hefur verið vísað til og gjarnan margar áskoranir í einu. Stjórnendur þurfa í dag sem aldrei fyrr að venjast því að starfa í stanslausri óvissu. Þetta er bara staðreyndin og þetta var ekki svona þegar ég lærði það þegar ég hóf minn feril í stjórnun. En í ljósi þessa þá má velta því fyrir sér hvort að svo viðskiptafræði og svo stjórnun og bara svo fræði sem að flestir háskólar kenna og við flest námum dugi enn til verksins. Þetta var áhersla á skýra markmiðasetningu, agaða áætlanagerð og skilvirka stýringu reksturs og mannauðs samkvæmt því. Það er að minnstakosti afar krefjandi verkefni að gera þetta á svona umbrotatímum. Vissulega er þetta ennþá haldbær þekking og mikilvæg, en það eru bara svo ótal mörg tilvik sem sýna að velunnar markmiðasetning og áætlanir geta brugðist og eru ofta bregðast vegna óvæntra og óviðráðanlegra aðstæðna. Má nefna það sem dæmi eins og hefur verið gert hérna í dag, heimsfaraldurinn, óveður af ýmsum toga, eldgos og jarðhræringar, óvænta innrás Rússa inn í Úkraínu, verkföll, upplýsingaóreiðu, stjórnarslit í borg og landi, breytingar á laga og regluumhverfi og yfirvofandi hótanir hækkun tolla. Og ég er bara rétt að fleyta rjóman af. Þessar aðstæður allar gera það að verkum að það er ekki nóg að vera góður stjórnandi samkvæmt hefðbundnum kokkabókum. Heldur verða stjórnendur í vaxandi mæli að tileinka sér það sem ég vil kalla leiðir leiðtogans til að takast á við þessa fordæmalausu tíma. Og ég heyrði mýmörg dæmi hvernig þið sem hlutu hér verðlaun og tilnefningar eruð að gera það. Samkvæmt Peter Drucker, þeim gamla og góða stjórnunarsérfræðingi, snýst stjórnun að gera hlutina rétt en forysta leiðtoga að gera réttu hlutina. En hvernig veit maður hvað er rétt á svona tímum? Það getur verið gríðarlega erfitt ef maður hefur ekki marktækan og skýran áttavita, bæði sem einstaklingur og sem fyrirtæki. Í góðum áttavita er að mínum að finna tilgang og gildi fyrirtækisins, nú eða einstaklingsins, og ég hvet alla einstaklinga til þess að vinna í sínum áttavita og uppfæra hann reglulega. Tilgangurinn lýsir því hvers vegna fyrirtækið er til. Prinsipin eða gildin eru svo leiðarljós fyrirtækisins í hvernig skal sinna þeim tilgangi. Þegar slíkur áttaviti er til og haldið er þannig á honum að allir kunna á honum skil, þá verður skilningur starfsfólks á hvað er rétt að gera mun auðveldari og stjórnunin þar að leiðandi líka. Það eru því miður dæmi að fyrirtæki séu með skýra sýn á sinn tilgang en valdi samt umtalsverðu tjóni. Ég gæti nefnt Facebook sem slíkt dæmi. Yfirlýstur tilgangur fyrirtækinsins er að tengja fólk saman, það hljómar vel. En eitthvað virðist vanta upp á að þeim tilgangi fylgi góð gildi, því fyrirtækið hefur óneitanlega haft alvarleg og í mörgum tilfellum óafturkræf neikvæð áhrif á andlega og samfélagslega heilsu og jafnvel á sjálft lýðræðið. Áttaviti án hæfra stjórnenda og leiðtoga dugar þó ekki til, hversu góður sem hann er. Hann leggur mikilvægan grunn að því hvernig skal leiða og stýra fólki, fjármagni og ákvörðunum fyrirtækis, en manngildi og leiðtogahæfni stjórnenda skiptir mestu áhrif áttavitans á hegðun alls starfsfólks. Á umbrotatímum er ekki nóg að horfa á útskriftarskírteini og ferilskrár. Þá er mikilvægt að leita viðbótarleiða til að leggja mat á eiginleika eða karakter, kannski betra á íslensku, manngildi stjórnenda
sem starfsmanna. Þar má nefna mikilvægi þrautseigju og sveigjanleika eins og gert hefur verið hér í dag. En það að mínu mati eiginleikar sem íslenskar aðstæður kenna okkur ágætlega, óháð því hvað við lærum í skóla. Að vísu heyri ég marga ræðum bómullarkynslóðina þessa dagana og þá vísað til yngra fólks sem hefur mögulega ekki fengið sömu tækifæri til að axla ábyrgð og sinna störfum frá unga aldri eins og til dæmis mín kynslóð fékk að gera. Það mikilvægt öllum þeim sem vilja stjórna, leiða og starfa í umhverfi nútímans að fá tækifæri til að æfa seigluna og sveigjanleikan til að geta staðið af sér krefjandi tíma. En yngri kynslóðir koma gjarnan með sköpunargleði og hugrekki að borðinu. Slíkir eiginleikar hafa líklega aldrei verið mikilvægir en nú. Gervigreindin byrjuð að auðvelda mörg mannanna verk og mun halda áfram að gera það á ógnarhraða. Í ljósi þeirra miklu umbreytinga sem að fylgja því mikilvægt að hugsa margt, ef ekki allt, flest allt, upp á nýtt. Við þurfum núna að hugsa út fyrir kassan og bara jafnvel án kassa yfir höfuð. Þar farnast þeim best sem virkja sem flesta til þeirra verka. Og þá verð ég að minnast á þann eiginleika sem að góð kona myndist á hér áðan, sem ég tel mögulega vera verðmætasta í fari nútíma stjórnanda og leiðtoga. Og það auðmýktin. Auðmýkt snýst ekki skort á sjálfstrausti eins og sumir halda. Þvert á móti hefur reynslan sýnt mér að hrokinn oft fylgifiskur þeirra sem skortir raunverulegt sjálfstraust. Ég hef haldið því fram og rannsóknir styðja við þetta að hrokaheilkennið sé okkur mun hættulegra í forystu heldur en efasemdar vandi sem við mörg höfum þurft að kljást við í okkar störfum og lífi. Gefðu mér auðmjúkan leiðtoga hvaðan dag sem og við finnum kannski svarið. Gefðu mér hrokafullan sem þykist vita svarið og við erum ólíkleg til þess að komast langt. Auðmjúkir leiðtogar vita að góðar hugmyndir geta komið frá hverjum sem og leggja sig fram að búa til þannig vinnustæðamenningu að hún valdefli fólk og örvi frumkvæði þeirra. Auðmjúkir leiðtogar átta sig líka á því að á tímum þar sem kannski okkar stærsta krísa skortur á trausti, þá nær ómögulegt að leiða umbreytingar nema að gefa sem flestum færi á að taka þátt í þeim. Áður en ég tók við nýju hlutverki sem forseti Íslands vann ég með mörgum hugrakkustu stjórnendum og leiðtogum heims og fékk einstakt tækifæri til að leiða umbreytingar með þeim og kynnast ýmsum frumlegum og hugrakkum aðferðum sem þessi fyrirtæki voru þá að innleiða. Mig langar því að lokum að segja frá 2 slíkum dæmum því ég tel þau lærdómsrík og ég trúi á mátt þess að dreifa góðum hugmyndum. Þið hafi líklega öll heyrt mig tala kynslóðajafnrétti og mikilvægi þess að kynslóðir eigi dýpra samtal og samstarf því það hefur skapast heilmikið bil í sýn og gildismati kynslóða síðustu árin. IKEA fyrirtækið ákvað að taka þetta föstum tökum og bjó til ráðgjafaráð næstu kynslóðar með það í huga að þau myndu hjálpa þeim að ná markmiði sínu, metnaðarfullu markmiði sínu að hafa eingöngu jákvæð áhrif á fólk og umhverfi árið 2030. Þetta samstarf hefur reynst afar farsælt fyrir stjórnendur og leiðtoga IKEA sem sannarlega geta nú þegar státað af því að vera í fararbroddi hvað varðar sjálfbærni og jafnrétti á heimsvísu. En þetta hefur líka verið farsælt fyrir unga fólkið sem hefur tekið þátt í þessu verkefni og koma allstaðar að úr heiminum. Þau hafa hlotið verðmæta innsýn í þær áskoranir sem fyrirtæki umbreytingum fást við. Þau hafa lært margt það hvað það þýðir að taka skrefið frá því að vera bara aktivisti, sem vissulega virðuleg staða og mikilvæg í samfélaginu, í það að verða leiðtogar fyrir raunverulegar umbreytingar. Greystone Bakery bakarí sem bakar alla brúnkökurnar í Ben & Jerry ísinn sem við höfum öll örugglega, eða eitthvað lík mér, borðað óhemju mikið af, en þekkjum kannski ekki bakarí sem býr til brúnkökurnar. Þetta fyrirtæki stórmerkilegt og að verða 5 áratuga gamalt fljótlega. Þau stunda það sem þau kalla opnar ráðningar. Það þýðir að þegar að næsta staða losnar hjá þeim, þá ráða þau einfaldlega næstu manneskju sem hefur skrifað nafn sitt á blað hjá þeim, eða líklega það núna í tölvu.
Þau gera enga kröfu að senda inn ferilskrá eða sakavattur, koma í viðtal, hafa löglegt heimilisfang, meðmælendur eða hvað annað sem gerði krafa þegar þú sækir starf í Bandaríkjunum þar sem þau starfa. Þau trú á það að kenna sínu starfsfólki einfaldlega allt sem þarf að kunna á 2 vikna námskeiði áður en störf hefjast. Þau gera einungis þá kröfu að þú sért næsta nafn á lista, þú mætir til starfa á réttum tíma þegar á þessari þjálfun stendur og auðvitað alla götur eftir það og leggur þig fram og er tilbúin til að læra það sem þarf til að sinna bakara störfum. Okkur, og ég er þar á meðal, sem höfum lært heilmargt hvernig best er að standa að starfsráðningum, kann að finnast þetta skrítið. En staðreyndin er sú að það er búið að byggja upp ýmsar hindranir fyrir fólk sem fer út af veginum. Og í Bandaríkjunum var það svo fyrir nokkrum misserum þegar ég kynntist fyrirtækinu að það voru 10 milljónir manna án atvinnu í Bandaríkjunum og svipuð tala lausra starfa. Þarna er einhver brestur. Reynsla Greystone af því að gefa fólki tækifæri með þessari einföldu nálgun og ódýru, skildi ég segja, er afar góð. Tryggð starfsmanna er meir en hjá flestum sem og skilvirkni. Enda er fyrirtækið einfaldlega að breyta lífi fólks. Það er mín trú að öll fyrirtæki gætu sett að minnstakosti 1 starf í opna ráðningu og gefið þannig að minnstakosti einum einstaklingi sem nú er á erfiðum stað, ómetanlegt og lífsbreytandi tækifæri og kannski uppskorið þar með tryggðina og skilvirknina margfalt tilbaka. Ég gæti haldið lengi áfram að lyfta alls konar góðum dæmum sem ég sé allt. Við heyrum færri fréttir af því. En mín von stendur til þess að slík dæmi blási ykkur hugmyndaauðgi og hugrekki í brjóst. Því ég er sannfærð að framúrskarandi stjórnendur og fyrirtæki búa að hvoru tveggja. Þau sem treysta sér og sínu fólki til að fara eigin leiðir, standa sterk með sínum innri áttavita, mun farnast best. Ég ítreka hamingjóski mínar og óska stjórnvísi og ykkur sem hér eruð í dag allra heilla. Takk fyrir mig. Við höfum aðeins starfað saman við Halla og okkur er mennska hugleikinn eins og flestum þeim sem hafa talað hérna í dag. Forseti Íslands, verðlaunahafar, félagar og gestir, komið að lokum þessa fallegu og gefandi viðburðar. Ég ætla eins og ekki að láta tækifæri ónotað og nefna orð sem að Þóra Kristín Ásgeirsdóttir skrifaði á metamiðlinn Facebook sem að við höfum áhyggjur af frá einum tíma til annars. Hún nefndi í dag með hliðsjón af áhugi fólks öfgaþróun á alþjóðavettvangi. Hún segir hérna orðrétt: hundakvísl stjórnmálafólks flóttamannaplágu, stórhættulegt fólk, glæpamenn og hryðjuverkamenn á bótum og Vesturlöndum og handaband og hneigingar þeirra fyrir nýnasistum og hægra öfgafólki til að taka umræðina, fyrir inn í sálina og veiku, einangruðu og rugluðu fólki og kveikir hatur. Meðalið er banvænt. Það eru veikir og vondir einstaklingar allt í samfélagi manna. Við getum ekki hins vegar brugðist við því með því að ganga hinu illa, með því að ganga öfgaöflum á vald, þótt reynt sé að segja okkur annað. Meðan Ameríka er komin í ræsið er Evrópa á hraðferð þangað líka. Það er reynt að telja okkur trúum að þessi þróun sé vegna of mikillar mennsku. Svarið er hins vegar kannski frekar að finna í hinu gagnstæða og lítilli mennsku. Hérna hefur við gengið til góðs í dag, tel ég, og auðvitað óskum við verðlaunahöfum og öllum tilnefndum innilega til hamingju með áfangan, hvatninguna og árangurinn. Við hjá stjórnvísið þökkum að sjálfsögðu forseta Íslands fyrir veitt liðsinni í dag. Við þökkum auðvitað dómnefnd verðlaunanna, sérstaklega fyrir bara annað mikil og umfangsmikil störf í aðdraganda verðlaunanna. Og auðvitað þökkum við síðan Gunnhildi Arnardóttur, okkar kynkimagna framkvæmdastjóra stjórnvísi. Hún er algjörlega ómissandi í þessu verkefni og gefum Gunnhildi sérstaklega. Svo minnum við á það að það eru nokkra góðar majónesur og heitur brauðtertur réttur hérna frammi, þannig að endilega gerið þið veitingunum góð skil. Nú það er myndataka verðlaunahafunum hér eftir, væntanlega hérna út í horni
en 1000 takkir öll sömul og takk fyrir ykkur og takk fyrir daginn. Njótið kvöldsins.